Þá höldum við áfram hérna í föstudagsþættinum á N4 sem við tökum upp hérna í pakkhúsinu í innbænum á Akureyri og næst komið að því að tala við á Jenna og Atla úr Toymusine. Ég held að minnstakosti við hérna fyrir norðan og þessu aldurspili munum nú ansi vel eftir þessum félögum sem ætla að halda reunion tónleika á Græna hattinum á laugardagskvöldið. Velkomnir herramenn. Takk fyrir. Takk. Eigum við kannski að rifja aðeins upp Toymusine fyrir þá sem kannski ekki muna? Fyrir þá mörgu sem ekki muna? Já, örfáu sem ekki muna eftir þessu legendary bandi. Já, herðu, við vorum starfandi aldamótin. Hljómar mjög gamalt svona. Og hérna hættum 2001 og ætlum að búið að standa lengi til að koma saman aftur og ætlum að verða því núna bara. Þannig að það orðin bara næstu í 15 ár síðan að bandið var saman. Það er frekar langur tími og eins og þú segir, það er ekki margir kannski sem muna eftir þessu, ekki nema fólk á okkar aldri. Já, nákvæmlega. Miðaldra fólk á brekkunni. Já, nákvæmlega. Eins og ég. Já, við gáum aldrei neitt út, sko, það er málið. Við komum aldrei plata og við vorum á einhvern safnplötum og eitthvað svona, sko. Já. Þannig það er svolítið erfitt kannski að nálgast efni frá okkur líka, sko. Já, nákvæmlega. Það er nú til gamalt myndband á internetinu. Það er rétt. Á YouTube. Já. YouTube gleymir engu. Nákvæmlega. En rifjum þetta þessu upp. Ég man eftir að hafa farið örugglega á tónleikum með Toymusine, sko, hvað hét það þarna á Efri Ráðhúskaffi? Já. Efri hæðinni þar. Frábærir svona layback tónleikar. Það var alveg rétt, það var akústik. Já. Já, við gerum það tvisvar á það ekki. Og svo aftur í Sjallanum. En það var svona meira... Þessi tónleikar sem þú ætti að vitna í, nákvæmlega þeir þá vorum við að breyta nafninu úr, hétum áður Gimp. Já. Þá vorum við að breyta nafninu í Toymusine og við heldum svona lásandi tónleikar svona, mástu, vorum ekki að halda upp á þetta. Já, það er rétt, þú hefur verið á fyrstu Toymusine. Oh my god. Kláðið hæfi fyrir því að mæta, sko, líka. Það gefur augalegt, sko. Og hvað síðan voruð það að spila, ég meina, þið voruð að spila fullt, er það ekki? Er þetta bara í minningunni? Það er við, sko, tónleikarnir sem verða núna á morgun laugardag, að þeir eru basically annarkvort 13. eða 15. tónleikarnir sem við spilum á. Þannig að þetta voru basically ekki það margir tónleikar. Og ég held að við höfum ekki spilað oftar en 3 í Reykjavík, skilurðu. Nákvæmlega. Svo var þetta Akureyri og... Já, en við náðum náttúrulega að fara rosalega langt. Við náðum að spila á sem sagt, fyrstu flugskýlistónleikunum sem er eiginlega basically byrjunin á Airwaves. Já. Þótt að draugin hefði náttúrulega verið lögðaði hérna á Akureyri á sínum tíma. Já. Og þaðan náðum við að fara til New York og spila á legendary stað sem heitir CBGB's. Já. Sem er ekki til lengur. Hann var á sínum tíma lokað og var fluttur til Las Vegas. Það er búið að loka því líka. En það var svona staður þar sem mikið af New York punkinu og annað var að stíga sín fyrstu skref. En hvernig er það þá að dusta? Hvernig er staðan á bandinu? Ég man náttúrulega eftir Hún er alveg hér, sko. Ég meina, Baddi Sitt var á trommunum, var það ekki? Já. Og gerði þetta tónlistarvídeó líka, náttúrulega. Já, nákvæmlega, hugsaði það. Hann trommaði þetta. Hann sko er fyrsti tæknimaður sem ég vann nokkuð tíma með í sjónvarpi á Action. Þetta leyti, sko. Legend. Og svo er það Kristján Örnólfsson, gítarleikari. Og Árni Elliot var nú með okkur líka. Já, ég man eftir því. Hann kom inn í bandírunni þegar við stofnum Toymusine. Já, en hann er vist ekki með núna. Nei, hann er úti. Já, hann býr erlendis, komst ekki því miður. Fastur í Portugal, fastur í góðaðurinn. Æ, greið. Kallganginn. Já, og svo varst þú á bassanum og þú náttúrulega að syngja. Já. Þannig að Við höfum engu gleymt. Engu gleymt. Þetta er meitt gaman sko að vera að tjekka á þessu aftur núna, 15 árum seinna eða 18 árum náttúrulega með sum lögin. Að þá finnst mér þetta eldast alveg ótrúlega vel. Já, nákvæmlega. Bara þú eða... Já, hvort sé bara ég, þú veist, hvort það sé svo marga minningar tengda við þetta eða hvað, skilur. En þetta líka getur verið skemmtilegt í reunion. Ég veit að náttúrulega mjög margir hérna fyrir norðan sem að muna eftir þessu öllu saman og þetta er svona pínu einmitt, hvar var maður statist 2001, hvað var maður að gera? Já, og fyrir þá vil ég líka segja, sko, endilega að koma og að því að við ætlum að rifja svolítið upp söguna á tónleikunum. Já. Við ætlum ekki að hafa þetta bara tóna. Við ætlum aðeins að svona spjalla eins líka, en svo komið nokkru góða sögur inn á milli, það var margt sem gerðist og margt sem gerðist. Sumt er þetta að segja frá, ekki þetta að segja frá, en þannig, þú veist. Já. Og það var bara svolítið gaman að þessu. Nákvæmlega, að gera. Og en hvernig, er ykkur í bandinu, eru þið eitthvað að tónlistast?
Já, ég er náttúrulega búinn að vera í Brain Police alveg síðan að ég hætti Toy Machine. Þannig að ég er búinn að gera alveg fullt, búinn að vera mikið úti að spila á annað. Hvernig gengur hjá þér? Það gengur alltaf rosa vel. Er það ekki? Jú, alveg ótrúlega vel. Já, enda... Það er langt síðan við gáum síðustu plötu en við erum alltaf að spila reglulega og það er alltaf fullt, þannig að eitthvað maður að gera rétt greinilega. Nákvæmlega, enda með stórkostlega rödd, það er nú bara þannig. En hvernig með ykkur hina? Þið hafa nú ekki mikið verið að spila eða hvað? Þú spilaði nú aðeins með Rúnari. Já, einna helst ég. Ég spilaði fyrstu plötun sem Rúnar FK út, spilaði á henni og hann fylgdi henni eftir og ég var eitthvað með í því. En það er svona eiginlega það eina sem ég hef búinn að vera að spila, en ég hef alltaf haldið mér svona aðeins við, þú veist, heima við og ég tók nú eftir að Baddi var nú hreinlega bara auglýs eftir trommusetti til að fá lánað og þá var bara verið að redda gítar í gær var það ekki Já, það er svoleiðis. Þannig að þetta er svona... En hann er bara eins og þetta á að vera, þetta er bara rock'n'roll. Já, akkurat. Þetta, já. Nákvæmlega, en þetta hefst þess að í rauninni eftir skíðastökkið í Gilinu, þannig að svona tónleikarnir að byrja það, örugglega hægt að koma fyrir samt, eða ekki? Jú, húsið opnar 10, en það er náttúrulega ekki hægt að byrja fyrir það er búið í Gilinu, það verður náttúrulega allir í Gilinu, þannig að við leyfum því að klárast og kannski smá tíma og svo kýlum við á þetta. Svo kýlum við á þetta, en fólk verður samt að vera... Já, gott að koma á góðum sætum og græna. Já, algjörlega. En ef það er einhver tími, hvað segir teknistjórinn okkar, einhver tími til að sýna eitthvað myndbrot úr myndbandinu? Já, það er það. Ég held að við ættum að klára þennan föstudagsþátt á því að þessu myndbandi sem Baddi gerði. Já, leyfa gamla tæknimannum að vera með vídeo. Hvernig væri það? Voruð þið ekki alveg, eru þið nokkuð breyttir? Nei, jó, ekki aðeins. Pínulítið kannski. Örlítil þroski komið við þetta. Dass á þroska. En miðasala væntanlega Eymundsson. Já, og svo var það á miður.is. Og svo bara í hurðinni þetta. Já, svo eru slegist síðustu miðana í hurðinni. Þannig að tryggja ykkur miði í tíma. Nákvæmlega, takk fyrir komuna og við ljúkum þessu fyrsta þætti að þessu sinni með myndbaldi frá Toy Machine. Góða helgi. I'm not the only one who does feel pain. All around, the feelings change. I can't believe I'm living through the cloud. Hold him down and strap his wrists from things he won't feel pain. I can't believe I'm living through the crowd. Hold him down and strap his wrists from things he won't feel pain. After everything that comes out, you never could, but will never could see. I can't believe I'm living through the cloud. Hold him down and strap his wrists from things he won't feel pain. I can't believe I'm living